Komið sæl, hann sestur hérna hjá mér Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra. Við ætlum að fara hans yfir ríkis fjármálaáætlunina og samgöngumálin. Velkomin Sigurður. Takk. Við förum hans í fjármálaáætlunina. Það hefur verið gagnrýnt að útgjöldin til samgöngumálana séu á þessum 5 komandi árum sem þið eru að áætla, bara sambærileg sem hlutfall af landsframleiðslu voru síðustu 5 ár. Og ég velti fyrir mér svona, ert þú að tapa slagnum við fjármálaráðuneyti í þínum málaflokki? Nei, alls ekki, sko. Það auðvitað þannig að í þessari ríkisfjármálaáætlun eins og ég heyrði voru ræða áðan, þá erum við að taka á mjög mörgum þáttum. Við erum að halda áfram þeirri forgangsröðun sem við höfum haft að byggja undir heilbrigðiskerfið og byggja nýja Landspítala. Við erum að fara inn í að auka áfram framlög til háskólanema og framhaldsskólanema og standa okkur þar betur heldur við gert. Og við erum að taka á velferðarmálunum ýmsum og svo erum við með löggæsluna, við erum með kynferðisbrotamálin og það auðvitað flókið að gera allt í einu. Það hins vegar þannig að í samgöngunum að þá hefur það mönnum orðið sífellt betur og betur ljóst eftir þennan vetur sérstaklega að vegakerfið okkar er brónýtt. Það bara mjög illa statt. Það hins vegar þannig að þessi viðbóta fjármagn sem að koma núna næstu 3 árin meira heldur en við höfum séð á 20 ára tímabili. Það aðeins 2 ár sem hefur verið sett meira í samgöngumál. Það var árið 2008 og 2009 þegar við vorum að ljúka stórum verkefnum inn í hruninu og það var ákveðið að klára þau. En síðan þá hefur verið sett allt og lítið fé, bæði í viðhald og nánast mjög lítið í framkvæmdir. Og á sama tíma hefur náttúrulega fjölgað hérna einhverja 2 milljónir ferðamanna næstu eða svona 1,8. Og umferðin aukist gríðarlega, samhliða líka hagvexti bara í samfélaginu. Þannig að allt þetta saman hefur gert það að verkum og þessi vondi vetur sem farið mjög illa með vegina að áskorunin eiginlega stærri og við erum satt best að segja að skoða hvort að við getum gert eitthvað nú þegar í ár. Vegna þess að við treystum bara, ég var nú bara út að keyra í gær hérna á Suðurlandinu á vegum sem eru mikið keyrðir af ferðamönnum en líka heimmönnum og þar voru bara veginir ónýtir. Bara kom gat. Bara hólur, slit, vegir sem eiga að vera með bundin slita voru orðnir malavegir, sko. Já, og ég meina þetta er ekki og þetta er ekki bara þar. Nei, þetta náttúrulega fer ekki bara illa með bíluna, þetta slýsa þetta líka. Þetta hlýtur að vera eitthvað sem að... Við ætlum sem sagt, og það stendur í stjórnarsáttmálanum og mér finnst við vera að taka á því með þessari fjármálaáætlun að leggja af stað í að hraða uppbyggingunni. Þetta sem sagt þau ár, það sem við sett mest fjármagn á síðastliðnum 20 árum undanskildum þessum 2. Og ef við horfum á svona frá 16 og til 23, þá eru það einnig þau ár sem við sett mest fjármagn til þessi málaflokks. En staðreyndin svo að það þarf meira. Já. Það alltaf hægt að sko bera saman einmitt svona útgjöld sem hlutfalla hinn á þessu og fá annarkvort eitthvað jákvæða neikvæða niðurstöðu. Sko hvar eru þínar áherslur? Hvar finnst þér liggja mest á að laga hlutina og byggja upp? Hvernig svona ef ég bið smá forsmekka af einhverja samgönguáætlun, hvað verðum við að gera? Nú hún náttúrulega auðvitað bara í vinnslu og samgönguráð sem að funda bara síðasta fundurinn var núna á föstudaginn eða núna í vikunni segi á Ísafirði. Hvað finnst þér? Ég hef lagt áherslu á í bréfi mínu til forma samgönguráðs, þá hef ég lagt áherslu á umferðaröryggi og umferðaröryggi tengist þá nokkrum hlutum. Það tengist auðvitað umferðarþunganum, því meiri umferð, því aukin áhættuslysum og þess vegna þarf að laga það sem mjög mikil umferðarþungi. En það tengist líka því að vegirnir séu ónýtir og eða ekki búið að byggja það upp eins og sem staðar á Vestfjörðum. Þannig að það líka umferðaröryggis þáttur að byggja upp vegina. Þannig að við þurfum að horfa á allt landið og það alveg rétt að þetta er stórt verkefni en engu að síður á þessum árum 19, 20 og 21 þá erum við með 70-75 milljarða til uppbyggingar. Ég hef líka sagt það og það komi vel til greina og við höfum verið að skoða það á undanförnum vikum hvort við gætum sett til hliðar við þetta verkefni sem sagt farið af stað í framkvæmdir í ekkert ósvipað eins og Hvalfjarðargöngin með einhvers konar gjaldtöku þar sem að ég hef lagt áherslu á að vera valkostur að mann getur farið aðra leið þar sem við getum þá farið að taka á öðrum stórum verkefnum sem annars myndu bíða í 5 eða 10 ár. Já, auka tekjuöflunina með þessum hætti. Já, auka þá tekjurnar inn í þetta og að flýta í raun og veru
uppbyggingunni til þess að tryggja umferðaröryggi, til þess að tryggja það að fólk komist bara á skilvirkan hátt á milli vinnustaðar og heimilis á þess að vera í stórkostlega hættu. Og hvar eru svona Ég myndi segja þetta verið allt land, en hérna við þurfum auðvitað að horfa hér á þessa 3 megin leiðir út úr höfuðborgarsvæðinu, þurfum auðvitað að horfa á höfuðborgarsvæði líka. Þar eru til að mynda hugmyndir sem hafa verið lengi í borðinu, eins og Sundabraut, sem verður án ef ekki farið í án gjaldtöku. Hugsanlega aðrar slíkar framkvæmdir. Ég hef nefnt, af því að það er nú bara í mínu kjördæmi og dæmi Ölfusárbrú, við erum semst að fara í væntanlega fyrsti áfangin verður vegurinn milli Hveragerðis og Selfoss sem var á samgönguáætlun og er á samgönguáætlun og verður örugglega í forgangi í þeirri næstu. En brúin sem átti að taka við, hún var á seinni hlutanum, en til þess að fá sem mest út úr framkvæmdinni þá væri kannski skynsamlegt að gera hvort tveggja samtímis. Og það væri það eitthvað gjaldtaka þar? Fólk getur það farið eitthvað annar staðar í staðinn? Já, það er náttúrulega hægt að fara fjölmargar leiðir, það er hægt að fara Óseyrarbrúna, það er hægt að fara Gömlubrúna, það er hægt að fara upp Biskupstungnabraut en hérna kannski myndi ferðamenn til stærstu mæli sem eru að fara á Jökulsárgljúfur eða fara austur á Höfn, að þeir myndi fara stærstu leið. Tölum aðeins ferðamennina, þú nefndir með 2 milljónir af ferðamennum sem eru hérna langmestu leyti á bílaleigubílum að nýta sér vegakerfið og það er svona leiðir mann óhjákvæmilega inn í hluti sem að þú hefur verið tölvöld mikið að tala um, það er innanlandsflugið og augljóst einhvern veginn að efling þess hlyti að hjálpa til við það að losa þess á vegakerfinu. Hvað sérðu fyrir þér að hægt sé að gera bara á þessu kjörtímabili til þess að efla innanlandsflugið? Já, það er alveg rétt og innanlandsflugið hefur einnig setið á hakanum, það er einhver 7-8 milljarða viðhalds og framkvæmda þörf, flughlað, lengingar og leggja slitlag ofan á brautir og byggja upp flugstöðvar. Við höfum líka verið að leggja áherslu á, satt með segja líka síðustu ríkisstjórnir og við erum með það í okkur að opna fleiri hliðin í landið eins og til dæmis á Akureyri og þá kom í ljós að það vantaði þar innviði til þess að það gengi nægilega vel. Þannig að við þurfum að setja fókus á það. Í stjórnarsáttmálanum tölum við líka að efla innanlandsflugið og horfa meðal annars til fyrirmynda frá Skotum sem hafa niðurgreitt beint flug til íbúa á þeim stöðum sem að það eitt og sér hjálpar auðvitað íbúanum þar, en það sem gerist við það að flugið verður þá svona öflugara, verður meiri tíðni, þá geta ferðamenn frekar nýtt sér þetta. Þannig að við erum að reyna núna í hérna þessari skoðun sem við erum búin að vera með núna þessa mánuðina. Það er líka nefnd á vegum hérna, sem að Jón Gunnarsson forveri minn sett á laggirnar sem að Njáll Trausti Friðbertsson hefur leitt að skoða hvaða hagkvæmasta leiðir væri með innanlandsflugið. Þeir lentu líka með skosku leiðina þar. En það sem við þarf að gerast er að við búum til hvata þar sem að íbúarnir, ferðamennirnir, þar að segja notendurnir, fái ódýrari flug, flugrekendurnir fái þar að leiðandi meiri möguleika á að hafa lægra verð vegna þess að það eru auknar tíðnir og að flugvallarrekendurnir fái þá meiri tekjur inn á sína flugvelli. En eitt í því sem það þarf að skoða er sem sagt þá aðkoma Isavia sem að í dag rekur fyrst og fremst Keflavíkurflugvöll og gert það frábærlega vel og eiginlega kraftaverk hvernig þeir hafa tekist á við þessa ófyrirséðu gríðarlegu fjölgun ferðamanna. En við erum í stjórnarsáttmálanum að tala um að setja þeim eigendastefnu sem ekki hefur verið gert áður og það gæti komið þar til greina og ég veit að það er svona hluti af þeim sem hefur verið að skoða þessari nefnd Njáls Trausta að Isavia tæki yfir rekstur á þessum alþjóðaflugvöllum, örugglega ekki öllum í einu, en þá Reykjavíkurflugvelli, Egilsstöðum og Akureyri og þá myndi þjónustusamningur ríkisins, það fjármagn sem við erum með, beinast þá að hinum völlunum. Ég held að sé óhjákvæmilegt að við munum fara einhverja blandaða leið þar sem að það komi auki fé úr ríkissjóði, þar sem að við munum með eigendastefnu einhvern veginn tryggja það að fjármunir og áherslur Isavia séu líka á innanlandsflugvöllunum, ekki bara á Keflavík. En er ekki augljóst að sko það myndi slá nokkuð margar flugir í einu höggi að sameina þá jafnvel á nýjum flugvelli innanlandsflugið og millilandaflugið að þessi ferðamenn sem mitt fara allir á bílaleigubílana og keyra hérna út um allt að þeir ættu þess kost að fara beint út á land þegar þeir koma hérna til landsins. Við höfum séð líkar fyrirmyndir eins og hérna Gardermoen í hérna Noregi, þar jókst
þessi dreifing hérna ferðamanna vont orð kannski en möguleikar þeirra að nýta innanlandsflug það jókst 15%. Þannig sem fóru beint af alþjóðaflugvöllunum eitthvað út á land. Það væri mjög ákjósanlegt að við getum gert eitthvað slíkt í sama. Þess vegna var auðvitað leiðinlegt að þessar hugmyndir sem að Flugfélag Íslands Iceland Connect, hann var auðvitað að nota þetta orð, að þeir prófuðu þarna í tíma að fljúga beint sem þetta á Akureyri og ég held kannski að það yrði svona meiri vísir af því, þá væri fólk komið á annan stað en því miður þá hættuður við það flug hvort að aðrir sjáu sér einhver tækifæri því, veit ég ekki. En þetta er vantilega langtímaverkefni sem að... Það er langtímaverkefni og síðan hefur það líka verið til skoðunar og allt svona hangir einhvern veginn yfir að aðalskipulag Reykjavíkurborgar boðar það að Reykjavíkurflugvöllur verið lokað. Mér hefur samt fundist það verið mjög gott signal, svona merki sem að við höfum séð að það er allir orðnir sammála það að hann lokar auðvitað ekki fyrir einhver annar jafn góður eða betri flugvöllur komin upp, menn hafa staðnæstu Hvassahraun og við erum að skoða það núna. Þú jákvæður gegn því? Ég vil bara fyrst og fremst sem ráðherra samgöngumála setja alla valkostuna á borðið og taka málefnalega umræðu og þangað til að þeir hluti líka borðinu, þá ætla ég ekki að tjá mig hvað er skynsamlegast. Ég vil bara fyrst og fremst frá það fram hvað þarf til að Reykjavíkurflugvöllur inn í langa framtíð geti sinnt þessu hlutverki að vera alþjóðaflugvöll eða varaflugvöllur, sinnt innanlandsfluginu, sjúkrafluginu, öryggis- og varnarhlutverki sínu og þá hinn valkosturinn á móti, hvað þýðir það og hvað kostar þessi viðbót þá við Reykjavíkurflugvöll versus hvað kostar hitt. Flokkurinn í Reykjavík er alveg harður á því að flugvöllunum verði hvergi annars staðar en í Vatnsmýrinni. Er þetta erfitt mál innan flokksins? Nei, alls ekki og mér finnst þetta bara mjög skynsamleg afstaða af þeirra hálfu að segja eins og staðan og það upplýsingar sem við höfum í dag, þá þetta eina vitið og þeir hafa verið á þessari skoðun sem sagt borgarstjórnarflokkurinn í langan tíma og ég bara minnst að sína staðfest og þor að viðhalda þeirri skoðun sinni. Man kan fara örstutt bara rétt í lokin. Það var frétt í vikunni eftir einmitt þennan aðalfund Isavia þar sem var verið að svona gagnrýna hvernig valið er í stjórn Isavia. Tekið dæmi frá Svíþjóð og Noregi þar sem þau eru með sambærilegt fyrirkomulag á rekstri flugvalla og þar er valið inn sko bara svona í ráðningaferli og byggt á ákveðinni reynslu. Hérna hefur þetta verið skipað pólitískt. Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að endurskoða? Sko ég held nú reyndar að þó að það sé skipað pólitískt þá erum við auðvitað þegar við erum að skipa í stjórnir ríkisfyrirtækja þá erum við að finna fólk sem hefur sérþekkingu á þeim sviðum sem það er. En það náttúrulega endar mjög oft þannig að þetta eru einhverjir, svo ég leyfi mér nota þá, svona flokkshestar þó að kannski einhverjir hafi sérþekkingu á sviðum. Auðvitað getur það líka verið þannig en það er þá yfirleitt það fólk sem hefur þekkingu á rekstri og stjórnun og það að sitja í stjórn ríkisfyrirtækja snýst kannski fyrst og fremst það eru sérfræðingarnir sem starfa hjá fyrirtækjunum sem leggja á borðið, ekkert ósvipað og við í ráðuneytunum. Við komum inn í ráðuneyt og erum svolítið að treysta á það að sérfræðingarnir gefa okkur réttar upplýsingar og kunna að spyrja. Ég komist ekki með þetta lengra, takk hérlega fyrir komuna, Sigurður Ingi. Næst er það Dr. Henning Maier, hann ætlar að spjalla aðeins við mig borgarlaun.